Kristína, það 11 stiga tap í Origo-höllinni í kvöld. Hvar tapið þessum heldur? Jón Örn ákvað að hann vildi ekki tapa. Ég held að það hafi verið svolítið þannig. Ég held að hann hafi átt einhver 10 stig í röð bara í grillið á okkur þegar við erum í box á 1. Og já, box á 1 kannski var ekki alveg að gera sig og við fórum of seint út úr því, en já. Það virðist nú vera að virka samt svæðisvörðin sem voru að spila í fyrri hálfleiknum sérstaklega. Þeir voru að klappa boltanum og keyra í miðjuna og vona það besta, svona bróðurpartinn af fyrri hálfleiknum. Hvað breytist í hálfleik, svona, finna þið svörðinu? Við vorum bara ekki ánægð með hvað Jordan var að skora mikið. Nei. Þannig að við vorum að reyna að breyta tiltræðinu og stoppa hann, en við hefum kannski bara átt að leyfa honum að skora og stoppa hina. Já. Svolítið svona upp og niður. Frábært framistæða liðsins í síðasta leikum móti Tindastól heima, svo fáið þið svona framistæðu frá Valsliðinu í kvöld, sérstaklega eins og í þessum seinni hálfleik. Hvað þú veist, deildin bara þetta sterk að það skiptir engu máli hvað sæti liðin beint eru, þú getur alltaf fengið bara einhverju svakalega leiki. Já, ég eiginlega hrædd það sko. Ég held að deildin hafi aldrei verið svona sterk, en það líka bara svolítið undir okkur komið að komast af eitthvað rönn og náðu nokkra sigurleiki í röð. Nú Sigvaldi ekki með ykkur í kvöld, hvað Hann er veikur. Já, var hann veikur, já. Ok, þá var það komið, en Höttur heima í næsta leik, hvernig líst ykkur á það matchup? Við ætlum bara að fara all in, bara að byrja skipuleika í kvöld, náttúrulega bara 2 dagar á milli og sækja sigur þar, heima á velli. Hvað heldur þú að vara svona mest við Hattarliði eins og núna? Hvað heitir hann aftur? Mallory. Mallory, Ég held að við þurfum að fylgjast sérstaklega vel með honum og... Kalvús? Já. Frábært. Takk fyrir.